vil svona vinna aðeins með nokkur stef sem að Haraldur var að fjalla en ég vil líka kannski biðja ykkur og meðan ég að tala að hugsa þetta viðfangsefni ekki bara með höfðinu, heldur líka út frá hjartanu. Þess að ég held að ef að hægt að segja að við höfum gert mistök í því að reyna þegar við höfum reynt að tala til þjóðarinnar þetta mál og hefur of mikil áhersla kannski verið lögð á það sem að má kalla lögfræði og hagfræði og eitthvað slíkt. En í grunninn held ég að við séum öll út af því að þetta er okkar hjartans mál. Að við verðum áfram sjálfstæð þjóð í frjálsu landi og mörg okkar erum í tengslum við þessa sögu sem að sjálfstæð Íslands þetta byggir á. Og tíminn svo auðvitað furðulegt fyrirbæri. Að ég var að hugsa á leiðinni. Ég hef verið rúmlega 20, ég man þetta sem hefur gerst í gær. Ég var í Bankastrætinu, koma niður þetta brekkuna og ég kveiki á Rás 2 á Þjóðarsson. Þetta sennilega árið 1992, ég 21 árs gamall. Og það fólk sem hringinn og hafði svo miklar áhyggjur af þessu EES-máli út frá sjálfstæði, því að þetta var fólk sem var mundi að við höfum sjálfstæð þjóð. Og ég man einn að fór að tala það að þessi gæti gerst var að útlendingar færi að kaupa hér land í stórum stíl og honum var nú svarað með því móti að þetta væri hræðslu og en hér erum við nokkrum árum síðar og einn maður á rúmlega 1,5% af Íslandi, persónulega. Og Íslendingar hafa, ég ætla ekki að segja Íslendingar, ég ætla að segja þjóðþingi okkar því miður, hefur verið bara sýnt sofandi í þessum efnum og á aðgæsluleysi. Og kannski því ekki öðrum að kenna en hvernig að þessu hefur verið staðið með þessum örþunnu sneiðum og ég segi bókunin að mörgu leyti loka sneiðin í þessu ferli. Og talandi tíma, þið munið öll vafalaust, eða flest, þessa setningu Jóns Baldvins. Við fengum allt fyrir ekkert. Við fengum allt fyrir ekkert með EES-samningum. Og hvað var til hvers var hann að vísa? Nú greindu maður og má margt svo gott hann Jón Baldvin segja. En hann hafði alveg skilning á þessum sjónarmiðum, klassísku sjónarmiðum lífræði og sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétt. Hvað var Jón Baldvin að segja þegar hann sagði við fengum allt fyrir ekkert? Ég skil það svo að það sem hann var í rauninni að segja var að það var alveg vita hvað EB í rauninni var árið 1992 og 3 og 4. Vegna þess að það fallið dómar, Kosta-málið og Fangændin Lós og fleiri dómar, þar sem að það var tekið í rauninni fram að aðildarríkin höfðu afsalað sér hluta af fullveldi sínum. Og það sem Jón Baldvin var að segja við Íslendinga var við fengum aðgengi að þessum fína markaði en við þurftum ekki að undirgangast allar þær skyldur sem að EB-ríkin undirgangast. Þetta ekki nokkuð ljóst. Þetta var sölu ræðan gagnvart Íslendingum. En það sem þetta gerðist var að samningsaðili okkar stökkbreytist. Úr því að vera einhvers konar efnahagsbandalag yfir í að verða ríkjasamband sem síðan tók á sig þá mynd að vilja verða sambandsríki að bandarískri fyrirmynd. Sambandsríki með öllu sem því fylgir, með seðlabanka og ríkisstjórn og lagasetningarvaldi og öllu og þá grundvallarkrafan sú að ein og sama lagareglan gildi alls staðar á svæðinu. Þar af leiðandi verður það áherslumál og hefur alltaf verið hjá Evrópusambandinu að reglur sem það að stafar gildi án fyrirvara meðal annars á Íslandi. En af því að Íslendingar árið 1994 voru flestir hverjir meðvitaður þar hversu dýrmætt það hefði verið að fá æðsta dómsvaldi til landsins. Við fengum æðsta dómsvald í okkar málum 1918 og Hæstiréttur var stofnaður 1920, 16. febrúar og laganemar á Íslandi halda upp á þennan dag sérstaklega. En með þessu frumvarpi sem að núna liggur fyrir þinginu
í rauninni verið að aftengja þetta og æðsta túlkunarvald samkvæmt þá íslensku lögum verður ekkert hjá Hæstarétti Íslands lengur. Ekki einu svona nafninu til, þess að það verður hjá dómstól Evrópusambandsins. Og annað sem er rauninni ótrúlega alvarlegt og hefur í sjálfu sér lítið verið rætt líka. En hugsið ykkur þessa sögu, Íslands söguna. Hugsið ykkur allar þennan réttararf sem við eigum. Hugsið ykkur lögbækurnar, Jónsbók, sem að hér gilti öldum saman og giltir enn að sumu leyti. Öllu þessu er teflt í uppnám með ákvæði sem að í rauninni svona hljóðandi. Það segir í þessari bókun, eða í þessu frumvarpi, utanríkisráðherra, ef skýrt og óskilyrt lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu, takk eftir því, samkvæmt EES-samningnum, er ósamrýmanlegt öðru almennu lagaákvæði, og það getur verið hvað sem er. Það getur verið Jónsbókarákvæði frá 1281. Ef að skuldbinding samkvæmt EES er ósamrýmanlegt Jónsbókarákvæði, þá skal hið fyrrnefnda ganga framar. Það er að segja nýja skuldbindingi gengur framar öllu sem hefur gerst á Íslandi í 1100 ár rúmlega. Hugsið ykkur vanvirðinguna við söguna og menninguna og réttarhefðina og menningararfinn sem að við þó eigum og er svo merkur. Það hefur verið okkar aðalvopn í gegnum aldirnar. Þetta var vopn okkar í sjálfstæðisbaráttunum 19. öld, í þorskastríðunum, í Icesave-málunum og fleira mætti telja upp. Þá voru það lögin og nú að berja þetta úr höndunum á okkur og það á að gerast bara svona í raun og veru með örþunri sneið af því að virðist. Og svo segir í textanum nema Alþingi að vera mælt fyrir manna. Allir sem hafa lesið bara fyrstu 10 blaðsíðurnar í Evrópurétti vita að Alþingi mun aldrei geta mælt fyrir annað vegna þess að það myndi kalla yfir Ísland skaðabótamál og samningsbrotamál. Svo að þessi setning hérna og það sem er gefið til kynna Alþingi muni mæla fyrir annað er bara skrifuð þarna til að varpa ryki í augun á þeim sem að vilja tala á almenningi í þessu landi. Alþingi mun aldrei hafa dug til að mæla fyrir annað. Er það óbrött fullyrðing? Nei, sennilega ekki. Hvers vegna ekki? Vegna þess í 30 ára sögu EES-samningsins hefur Alþingi aldrei, og ég segi bara 0, sett fram mótmæli, hafnað nokkur innleiðingu eða gert nokkurar athugasemdir sem að máli skipta vegna þess að þetta hefur verið einstefnu ferli núna í 30 ár. Og þá er bara mjög mikilvægt að við spurjum okkur, og við getum spurt okkur þessar spurningar, ekki endilega vitsmunalega, við getum spurt hann út frá hjartanu. Hvað er það sem er svo sem að knýr þetta áfram? Hvers vegna er verið að afsala fullveldinu með þessum hætti og hvers vegna er verið að vinna í rauninni að því að taka sjálfsákvörðunarréttina fólki? Hvers vegna er verið að taka íslensk lýðræði með þessum móti úr sambandi? Vegna þess í rauninni, það sem við erum að horfa á með Evrópusambandið er að þetta er alveg algjörlega í andstöðu við allt sem við köllum lýðræðislegt fyrirkomulag. Vegna þess að Haraldur sagði, þá koma lögin í pósti að utan. Þannig að þetta fer gegn öllum prinsipum í því sem að við Íslendingar töldum vera svo dýrmætt frá fyrstu tíð. Að fólkið í landinu, alveg frá því á þjóðveldisöld, kom saman á þingum og alþingi til að láta rödd sína heyrast. Fólk fór yfir erfiðar heiðar og fjallvegi og yfir straumvöld til að komast á alþingi til að geta tekið þátt í umræðum það hvaða lög ætti að gilda í landinu. Og eftir alla þessa fyrirhöfn
eftir alla þessa sögur, eftir alla niðurlægingu og fátæktina, hörmungarnar, hungrið og allt sem að íslensk þjóð hefur þurft að sæta í þessu landi, að þá á niðurstaðan að vera sú árið 2025 að við tökum þetta allt úr sambandi, leggjum þetta allt á fórnaraltari Mammons til þess að Evrópusambandið geti skipað okkur fyrir það hvað skyldi vera gildandi lög í landinu. Og meira að segja, þau ákvæði í lögum sem að við höfum verið hvað stoltust af, þau munu ekki standa frekar en strá í vindi. Svo að allt þetta hálfgerð ráðgáta og ég velti því fyrir mér, hreinlega, hérna á leiðinni, hvort að þetta, auðvitað áttum okkur á því, þetta geysilegt peningalegt vald sem að þarna býr að baki. Það eru tugir þúsunda lobbyistar niður í Brussel. Þeir eru fleiri í Brussel heldur en í Washington. Og hverju eru það þá sem eru að hafa hönd í bakka með það hvernig reglurnar hérna hljóma núna árið 2025? Eru það goðar eða eru það bændur austan úr landi? Er það fólkið hér úr dreifðu byggðum á Íslandi? Eða eru það hugsanlega að fá bara þeir sem að eiga stærstu fyrirtækin á meginlandi Evrópu, sem eru með lobbyistana sína niður í Brussel og fá að ákveða hvaða reglur eigi þá að gilda og meira sig á Íslandi? Er þetta hinn eiginlegi andstæðingur í þessu? Er það peningavaldið og græðgin? Er það að embættismennirnir okkar vilji bara hafa vinnu? Er það að lögfræðingarnir og lögmennirnir vilji verið í skjóli valdsins? Er það að pólitíkusarnir okkar vilji fá að ferðast sem finnst svo fínt fólk á fyrsta farriðinu til Brussel, sitja þá á fínum fundum? Eða er enginn að hugsa okkur? Og ég kemst aldrei að í þessari umræðu hvort að við sem að Íslendingar og afkomendur fólk sem hefur búið með 30 kynslóður og rúmlega það, viljum byggja landið okkur hugsanlega á einhver sem við getum kallað siðferðileg, siðræn gildi. Við hefum ekki pælt í því. Einhvers konar lýðræðislegt sammæli það hvað er gott samfélag, hvernig við tökum utan fólkið okkar hér, hvernig við verjum landið okkar og hreina náttúru, hvernig við komumst hjá því að þurfa að teppaleggja Ísland með vindmyllum af því að það hentar einhverju fólki út í heimi eða þeim sem að selja þennan búnað eða hverju það er. Hvað varðum bara ástina til landsins? Hvað varðum frelsis þrá Íslendinga? Hvað varðum lýðræðis ástina? Hvað varðum hugsjónum það að við ætlum að vera sjálfstæð þjóð meðal þjóð og við fáum að eiga rödd á alþjóðasviðinu? En við séum ekki útnári í stóru sambandsríki. Allir sem hafa lesið söguna vita nákvæmlega hver örlög útnára eru í heimsveldi. Þar sogast ekki bara valdið til heimsborgarinnar, heldur peningarnir líka. Sagan segir okkur þetta. Svo að spurningin hvað er hægt að gera? Ég er búinn að fara nýr á Alþingi og ásamt mjög öflugum hópi fólks, fórum og töluðum við utanríkismálanefnd Alþingis, töluðum stjórnarskrána og margt annað. En það var eins og að stökkva vatn á gæs og utanríkismálanefnd hefur sem sagt afgreitt þetta á þess að depla auga. En ég hafði, og ég segi það hér og þau geta bara horft á þetta ef við verðum að taka þetta upp, að mín tilfinning á þessu fundi var að fólkið sem að situr á þinginu hefur rauninni ekki nægilega skýra mynd af því hvað það er að gera. Það hefur ekki sögulega tilfinningu fyrir því hvað þetta þýðir. Svo að ég held að það verða minna fólk á það, alla sem við hittum núna næstu dögum, er að þetta blessaða fólk, það hefur unnið heit og drengskapheit að stjórnarskrá. Og samkvæmt stjórnarskrá Íslands, þá fer Hæstiréttur með æðsta dómsvaldið. Það er ekkert annað í spilunum þar. Og samkvæmt stjórnarskrá Íslands er það að sjálfsögðu Alþingi sem fer með löggjafarvaldi og er ekki bara einhver leppur
yfirstjórnar út í heimi. Hér eru, og ég ætla bara að draga þetta saman hérna núna, hér erum við að horfa á stöðu þar sem að stjórnarskráin okkar, við stillum henni hérna upp sem okkar æðstu lögum, sem hún sannarlega er, því að Jón Baldvin lofa okkur því að við værum að fá allt fyrir ekkert. Við værum ekki að afsóla okkur íslensku fullveldi, þannig við viljum meina stjórnarskráin sem æðsta réttarheimildi, en þeir sem að styðja bókunarfrumvarpið og þeir sem að vilja fá að Ísland fari undir áhrifavald Evrópusambandsins, þeir í rauninni benda á fjórfrelsis ákvæði Evrópusambandsins sem yfirtropp, sem að troppi jafnvel stjórnarskrá. Og það er staðreynd í Evrópu. Þetta hafa verið átök meira að segja milli Þýskalands og Evrópusambandsins hvort að fjórfrelsið yfir, sem eru þá aftur peningareglurnar, peningavaldið, yfirtroppi, æðstu hugsjónir réttaríkisins sem birtar í stjórnarskrá. Þetta er átökin. Svo að ég gæti tala lengur, ég ætla ekki að gera það, en það er í rauninni alveg sama hvert ég lít, hvort sem við horfum á þetta lýðræðislega, þar sem að þetta er allt saman fatalt í mínum huga, eða hagfræðilega, það er líka fatalt að við séum að fara að bindast nánari böndum hnignandi efnahagsvæði sem að Evrópa sannarlega er. Og allar hagtölur og hagþróun segja það að þetta er bara ekki sniðugt. Og iðnaður á meginlandinu er á fallanda fæti, Þjóðverjar sem hafa verið burðarstoð í Evrópusambandsins sem hafa fram með efnahagslegt sjálfsmorð með því að aftengja sig ódýrri orku. Það er lækkandi fæðingartíðni. Það er fyrirsjáanlegt að þeir lendi alls konar vandræðum varðandi lífeyrismál og annað slíkt. Það er lýðræðishalli, þeir hafa komið á fót ógagnsæju kerfi og þannig mætti lengi telja, en ég svo sem ykkur auðvitað öllum afskaplega þakklátur fyrir að gefa tíma, en ég vil bara á lokum biðja ykkur fallega það að reyna kannski ekki að sá þessum fræjum í ófrjóa jörð eða granít eins og við finnum nú því miður víða meðal þeirra sem að vilja ekki ræða þetta, en finna þá sem eru með hálfopin augun og tala til þeirra með tungumáli hjartans. Ég er eiginlega komin að þeirri niðurstöðu, það sé eina leiðin og ég vil ekki útiloka það að við gætum ná til einhverja af þessum þingmanna á þeim forsendum. En allur tími sem að hægt er að nýta til að tefja þetta mál held ég að sé að hann er góða, því að Evrópusambandið er á fallanda fæti og ég þarf ekki að neina kristalkúlu til að sjá það blasir við bara út frá eins og segja hagtölum og öllu því. Það er á fallanda fæti, allur tími sem við getum fengið til að tefja málið mun opna augu fleiri og fleiri Íslendinga fyrir því hversu glæfralegt það er að ofurselja okkur þessu ólýðræðislega skrifstofubátni sem að Evrópusambandið er orðið og stefnir í að verða. Og ég ætla ekki að halda ykkur hérna lengur, en þetta er áskorun mín til ykkar að þið reynið og gerir ykkar allra besta til að tala við fólki í ykkar nærsamfélagi út frá því sem við höfum talað hér, allir þeirri sögu og allir þeirri ást til landsins okkar og lýðræðisins og framtíðarinnar og alls þess góða sem við getum byggt upp á Íslandi fyrir börnin okkar og barnanna. Því að ég trúi því að Ísland geti orðið ekki bara fyrirmyndaríki, við getum orðið í rauninni kyndilberar frjálsar hugsunar og lýðræðis. Af hverju? Vegna þess að Ísland er byggt á því. Í örufi kom fólk til Íslands úr öllum áttum frá Norðurlöndum og Bretlandseyjum og kom saman á Alþingi og þetta er heilsögulegu viðburður
til að afmarka sjálft þau lög sem við vildum búa við. Og við hljótum að vera menn til þess að geta staðið undir þessum dýra menningararfi sem að við fengum í arf. Og varið hann, en kasta honum ekki frá okkur sofandi meðan við fyllum hug okkar á einhverju rusli í formi sjónvarpsfroðu frá erlendum löndum eða jafnvel innlendum líka. Við höfum að verja það sem þennan dýra menningararf og reyna að vera eins góð fyrirmynd og hægt og við getum. Ég vil trúa það og við eigum ekki að gefa þetta frá okkur barndulaust. Ég bara að segja Ísland frá ykkur að halda. Takk fyrir.